Þá nú hvernig kerfið virkar, heyrið þið til mín? Já, væðilega. Það eiginlega tvennt sem ég ætla að taka fyrir hérna. Annars vegar í örstuttu máli segja frá þessari bók, hvernig hún var til. Og í öðru lagi þá að taka fyrir búsvæði fléttna á Íslandi, segja frá svona algengustu fléttum í hverju búsvæði. Því það er mjög erfitt í bókinni sem slíkri að finna fléttur eftir búsvæðum, því að raða alltaf annan hátt. En nú skulum þá snúa okkur að bókinni. Aðdraganda bókarinnar má rekja allt aftur til ársins 1964, þegar farið var að skipuleggja rannsóknir á landnámi plantna í Surtsey. Og þá komu hér tveir prófessorar frá Bandaríkjunum, Terry Johnson og William Culberson, til að leggja ráðum með skipulag á sveppa og flétturannsóknum með íslenskum vísindamönnum, þessafræðingum. Og í framhaldi af þessu, altså William Louis Culberson, hann tók þá skynsamlega ákvörðun að það þýddi lítið að fara að fylgja eftir landnámi fléttna í Surtsey, nema vita fyrst dálítið íslenska fléttur sem slíkar, hvað væri á Íslandi. Og taldi semst að það þyrfti þá fyrst að byrja því að rannsaka fléttuflóru Íslands. Og hann setti í gang slíkar rannsóknir og sótt styrk til National Science Foundation í Bandaríkjunum. Það var í fyrstu undirbúningsstyrkur sem hann fékk 1965 fyrir vettvangsvinnu í 1 mánuð á Íslandi, og það notaði hann til þess að við hittumst þar og fórum yfir málið. Ég var þá ennþá við nám í Þýskalandi og í framhaldi af þessu þá var ákveðið að sækja stærri styrk til þess að rannsaka fléttuflóru Íslands. Það var 30 ára styrkur, 1967 til 1970. Og fyrir þennan styrk ferðaðist ég allt Ísland árið 1967 og 68, sumurinn, en vann við Duke háskóla í Bandaríkjunum við úrvinnslu á þessa milli. Nú, útkomin á þessu var handrit fléttuflóru Íslands, það er að segja blaður fléttur. Hélt mig við þær til að byrja með, og þetta handrit var nú skrifað á ensku, en það hefur aldrei birst hins vegar. Hins vegar kom það góðu gagni þegar ég fór að skrifa fléttur á íslensku. Nú, og samhliða þessu þá tók ég saman lista yfir alla fléttur sem hefði fundist á Íslandi fram að þessu. Þá var náttúrulega margir búin að leggja hönd á plóg og eitthvað skoða fléttur, einstakar ættkvíslur og ýmislegt svoleiðis fleira, og því hef ég safnað öllu saman og hef haldið þeim lista alveg við þangað til fyrir svona nokkrum árum síðan að Starri Heimarsson, hann tók við þeim lista og heldur honum við áfram, bæta í hann það sem finnst nýtt. Nú, þetta eru fléttusöfnunarstaðirnir frá 67-68. Það var nú eina fyrsta sem þurfti að gera, það var að skipuleggja söfnunarsvæði sem jafnt dreifð allt landið. Og það gerði ég tók, það voru einhver 90 svæði cirka, punktar sem ég sett allt landið. Þarna og á hverjum svæði þá þurfti maður náttúrulega að fara í mismunandi búsvæði, þannig að það var ekki safnað bara á einum punkti, heldur dálítið svona í kring líka, og þannig koma til þessi söfnunarsvæði sem það eru oft 2-3 punktar saman.
En þetta var samsagt grunnurinn af fléttusafni sem núna geymt hér á Náttúrufræðistofnun og eru fléttur sem sagt frá öllu landinu og gefa góðan grunn til að útbúa útbreiðslukort fyrir tegundirnar. Þessi styrkur var í 3 ár. Við fengum hann framlengdan í hálft ári viðbót, en svo var ekki hægt að framlengja meira. Þá breyttust aðstæður í Bandaríkjunum og þeir skrúfuðu fyrir verkefni sem voru alveg utan Bandaríkjana, þar með Fléttuflóra Íslands. Og ég var ekki búinn með blaðar fléttur, það var svolítið eftir. En þá flutti ég heim og fékk starf við Náttúrugripasafnið á Akureyri og þar reyndi ég að koma upp aðstöðu til þess að rannsaka flétturnar, aðstöðu fyrir þunnlagsgreiningu á fléttusýrum og greiningar og það voru svona annar stærsta ættkvísl sem var eftir að fást við var stereógálan, það segja bristjurnar. Það er mjög erfið ættkvísl og það var mitt aðalverkefni fyrst á Akureyri, það var að reyna að fá botn í allar þessar bristjur sem eru hver annarri líkari. Hrúðufléttur tók ég fyrir svo smátt og spátt. Það ættkvísl fyrir ættkvísl, bæði á Náttúrugripasafninu á Akureyri og eins við Líffræðistofnun Háskólans eftir að ég fór þangað. Rannsóknir sem voru í gangi bæði í Þjórsárverum fyrst og seinna líka við Hvalfjörð, þær knúðu á greiningar á fléttum því að fléttur komu þarna inn í þessa rannsóknir dálítið og það var náttúrulega mjög jákvætt. Og eins var þarna ritverk sem heitir Nordic Lichenflora, það er að segja fléttuflóra Norðurlanda, hún var komið í gang og hefur verið tekið fyrir svona einstakar ættir og hópar fléttna, smátt og smátt. Það eru komið 6 bindi núna og þetta heldur áfram. En með þessi flóra þar var náttúrulega áhersla að fá allar upplýsingar Ísland með af því að tilheyrir Norðurlöndunum. Þannig að maður var að útvega upplýsingar í það og það er í gangi ennþá. Starri Heimarsson hefur tekið við því eins og öðru. En smám saman þá féllu þessi verkefni dálítið í skuggann fyrir kennslu, meðal annars við Líffræðistofnun Háskólans og útsendum verkefnum sem maður þurfti að sitja fyrir helst öllu öðru. En myndum safnaði ég áfram og hélt flestu listanum við. En síðan, eins og segja, féll þetta í skuggann. Þangað til ég komst á eftirlaunaaldur, þá fór maður að taka stefnuna á þessa bók fyrst. Það var aldrei hugmyndin að birta þessa bók íslensku fléttur í upphafið á íslensku. En þarna skipti maður skoðun með það og gerði nýtt átak við greiningum og ljósmyndum á fléttum. Það voru gerða nýja lýsingar á hrúðufléttunum, þær hafði verið vanræktar dálítið fram að þessu. En úr gamla handritinu sem var gert við djúp upphaflega þá notaði ég mikið af upplýsingum blaðar fléttur, gat þýtt það svona meira og minna og stytt. Útbreiðslukort gerði ég sér fyrir þessa nýju bók. Þau þurftu að vera grófari vegna þess að myndirnar eru það litlar. Þau þurftu að vera grófari og þess vegna miðaði ég við 25 km reiti. Kortin í þeirri bók eru miðað við það kerfi. Svo var eitt sem skapaði dálítill erfiðleika við þessa bók. Það var að það voru komin svo mikið í gang rafgreiningar á erfðaefni fléttnanna eins og annarra plantna og það urðu mjög mikla kerfisbreytingar á fléttukerfinu og breytingar á nöfnum
og þetta var allt í fullum gangi meðan ég var að ganga frá bókinni. En það var tekið, ég tók tillit til þess eins og hægt var en svo síðan kemur bókin út og þá það bara miðað við þá stöðu eins og hún var á þeim tíma og sjálfsagt eiga eftir að koma fleiri breytingar. Og þetta endaði svo með útgáfu bókarinnar eftir samstarfi Sigurð Svavarsson í bókaútgáfunni Opnu og hún kom út sem sagt í júní síðastliðnum 2016. Og þetta var sem sagt bókina, ég ætla ekki að fjölyrða meira hana, ég geti þá komið spurningar á eftir ef eitthvað en þá var því að snúa mér á fléttunum sjálfum, helstu fléttusamfélögum á Íslandi. Og þá ætla ég að taka fyrir nokkra hópa, byrja þarna á fléttum landnemum í Hraunum, sem fékk góða reynslu af einmitt í Surtsey og Hraunum og svo basaltfléttum, blágrýtis. Síðan taka fyrir landnum á jarðvegi og mold, þýfðir móar, þeir samsvara nokkurn við því sem kalluð fléttumóavist í þessu nýju vistgerðarverkefnum, held ég megi segja. Nú svo fléttur á fuglatoppum, þar sem fuglar sitja og dreifa ábyrgði, fjöruklettar, það samsvara nokkurn veginn líklega hrúðurkarlafjörum í vistgerðarverkefninu eða brimúðabelti skúfþangsfjörunar. Það sem sagt hrúðurkarlafjörunar og svo næstu lög þar fyrir ofan. Nú landnemar á steinsteypu, fléttur á viði, fléttur á trjám og að lokum fléttur á járni eða stáli, já. Þetta eru svona hóparnir sem ég ætla að taka fyrir núna og við byrjum á landnemum Hraunum. Landnám fléttna í nýjum hraunum á Íslandi afar mismunandi eftir því hvort að hraunið í hinu hafræna loftslagi á Vestur- og Suðurlandi eða í hinu landræna loftslagi á Norðausturlandi. Skiptist alveg í tvö horn. Tegundasamsetningin er að vísu svipuð en í hafrænu loftslagi þá ná mosarnir fljótt yfir höndinni og þekja allt hraunið. Og við fáum þessa þykku mosaferbu sem getur staðið í jafnvel einhver 100 ára nokkurn veginn. En í landrænu loftslagi þá halda flétturnar velli fremur, mosarnir mynda þá aðeins smá toppa bara inn á milli. Nú svo athyglisvert nokkuð sem ég vil alltaf vekja athygli á að með landnema í hraunum að það yfirleitt fléttur sem mynda þríbýli. Ekki bara sveppur og þörungur, heldur sveppur, grænþörungur og blágrænar bakteríur sem við köllum nú svo. Og þessar blágrænu bakteríur búa í svonefndum hnyðlum sem eru utan á þessum fléttum. Það eru semst afmörkuðum svæðum alveg í fléttunum. Nú, þá skulum við skoða hér þessa fyrstu landnema nýrra hrauna. Og þar fyrst að nefna þessar tvær breiskjutegundir, hraunbreiskju og drísilbreiskju og skeljaskóf og síðan mosana tvo, Rhacomyces lamiginosum og Ericoides, hraungambra og melagambra. Þetta eru svona aðaltegundina sem byrja að nema land í hraunum. Nú svo það sem sérstaklega háttar til eins og við gufuaugu, þar ein tegund sem alveg við gufuaugun, það þessi Trygglugrotta. Og í hellum eru aðra fléttur eða sprungum í hrauninu og það eru sáldurmuska og tegundir af lepravíu sem eru nokkrar tegundir og þar sem sagt það eigum við eftir að
að rannsaka þessar lepraríur. Þessar tegundir, þær hafa óskap lítil útlitseinkenni, það þarf eiginlega efnagreiningu til að greina þær, og kerfið í þeim, það hefur ekki verið eiginlega myndað fyrir bara núna síðustu áratugina, og þannig að þetta svolítið nýr vettvangur fyrir fléttufræðinga framtíðarinnar eins og Starra Heimarsson. Hann ætti að leggja stund á lepraríu og skoða þær tegundir. En nú skulum við skoða flétturnar sjálfar hana. Það er fyrst hraunbreskja. Þetta eru ungar hraunbreskjur á hrauni, líklega í Surtsey. Við sjáum að það eru þyrpingar af litlum hvítum doppum, nokkurn veginn kringlóttar þyrpingar, og það eru myndast á þann hátt að það er nú allstaðar hérna í hrauninu eru svona smá loftaugu og sveppgró berast í þessi augu og virðast geta spírað. Það er alveg ótrúlega hvað sveppgró geta stundum spírað og vaxið við léleg næringarskilyrði. Það er hreinlega að geta vaxið áfram og það taka efnin í sjálfu sér og færa alltaf fram í oddinn sem er að vaxa, flytja þessum til. Og þannig geta það lagt undir sig dálítið svona kringlótt svæði á hrauninu, og ef að hraufur sem það er svona smá hnykill með sveppþráðum og þörungum í, ef að slíkar hraufur eða hraufurkorn berast í þessi augu, þá geta það mynda fléttu í þessum augum, og þá vaxa þessi hvítu litlu doppur hérna vaxa í hverju auga fyrir sig á því svæði sem sveppur eru búin að leggja undir sig. Nú, hér höfum við tvær tegundir. Það er skeljaskóf þarna sem er mest áberandi í miðjunni, og það er þið sjáum á skeljaskófinni að það er, þið sjáum hérna bleiku punktana, það eru askirslur með gróum, og þessi brúnu keppir, það eru hnyðlur með blágrænum bakteríum sem eru dreifðar hérna Venjulega þegar maður sé skeljaskóf á gömlu basalti, þá er það bara hringur, hvítur með einni hnyðlu í miðjunni. Þegar þeir eru að nema land þarna á nýju landi eins og í Surtsey, þá myndast margar hnyðlur eins og hér er. Nú þetta hérna er aftur hraunbreskja, og þarna sjáum við bæði hvítt þar með brennþörungum dreift hér þetta svæði, og við sjáum svarta doppur, það eru askirslur hraunbreskjunnar. Nú svo sjáum við hérna mosa líka, dambramosa. Nú hérna er hraunbreskja sem er full vaksin, sem sagt búin að mynda dálítið langa svona greinar, og hérna sjáum við tvær hraunbreskjur sitt hvoru megin. Þið sjáum að það er svolítið mismunur á þeim, þessi svolítið öðruvísi en þessi. Það er þó nokkuð breytileiki innan þessara tegundar og útlitið er svolítið mismunandi eftir aðstæðum. En hérna sjáum við hina breskjuna, drísilbreskjuna, sem er líka á nýjum hraunum. Hún hegðar sér dálítið mikið öðruvísi. Hraunbreskjan, hún getur vaxið mjög lengi og er líka á gömlum hraunum og bara basalt yfirleitt. En drísilbreskjan, hún er sérstaklega aðlöguð bara nýjum hraunum og hún hverfur fljótt þegar hraunið eldist, þá hverfur hún alveg. En það í upphafi þá er hún svipuð í útliti eins og sjáum þarna. Það eru svona hvítir dílar á svolítið hringlaga svæði, og þessi dílar eru að því leyti þekkjast frá hraunbreskju á því að það eru blöð sem að koma upp á röð og myndast hraufur á köntunum.
svona eins og útbrot og þannig það að þekkja ungar dísilbreskjur á því. Og hérna komin eldri dísilbreskja, meira þroskuð og þá sjáum við hérna bæði svona þessar hraufur, það svona kúlulaga þyrpingar hér og ef við athugum vel þá ábyggilega bara brúni keppir hérna líka sem hnyðlur með blágrænum bakteríum. Og hér hefur við vel þroskaðar skeljaskófur á svona gömlu baselti sem eins og segi venjulega með bara eina stóra hnyðlu í miðjunni og hérna á þessari mynd sjáum við líka hérna allsstaðar þessu hvíta þali, það svona pínulitlar gryfjur, svona grænleitar og það hraufur. Þar myndast þessi hraufurkorn, svona hnyklar af sveppþráðum og grænþörungum sem að dreifa svo fléttunni. Á þessum myndum engar askrislur, þið sáu það á hinni myndin áðan voru bleikar askrislur, þær frekar sjaldgæfar, maður sér það ekki oft. Nú hér höfum við aftur svona hrauna samfélag og þarna má sjá bæði hraunbreskjur eitthvað smávegis hér og eins hraungambra og melagambra, það tvær tegundir af þessum mosum, hér hraunbreskja líka. Og þetta sem sagt það samfélag sem algengast í nýjum hraunum þar sem Nú hér sjáum við að hraungambrin hefur náð yfirhöndinni, hann farinn að þekja mest allt hraunið. Þetta svona á frekar skuggsælum stað niður í gígnum, í Surtsey, öðrum gígnum. Nú, síðan síðari landnemar, það að segja þeir sem ekki nema land í nýhrauni, heldur þegar það fara eldast aftur og þar dæmi svokallaðar köstur, ættkvíslinni Porpidía og við höfum hér bæði þessar strjálkörtur sem hérna með svartar askýrslur og eins hérna fölvakörtu sem með hraufur, svona bláleitar hraufur hér út allt. Það engar askýrslar á henni þessari. Og þessar komu líka í Surtsey tiltölulega svona 10, 15, 20 ára gamlu hrauni. Nú, hér svo ennþá síðari landnemar. Þarna við með geitaskófir. Það mest af þessum geitaskófi hérna, þetta mest saldnafli tegundin sem að sér á myndin allavega og svo náttúrulega þessi hraungambri, mosinn og Surtsey hef ekki sést ennþá neina geitaskófi þannig að það koma svo seint. Ekki finna þetta dálítið gamalt blágrýtið. En ég man eftir í Hekluhrauninu frá 1947 þá voru komið vísar að geitaskófi fyrr heldur en í Surtsey. Svo þá getur verið loftslagið hafi þar eitthvað að segja líka lengra inn í landi. Nú hérna svo fléttur nokkrar á basalti eða blágrýti og við höfum hérna þessa einna algengustu, það landfræðiflitran, þessi gulgræna með svörtum askvíslum. Engin af þessum fléttum farið að sjást ennþá í Surtsey, einhverjum ástæðum. En þar koma semst ekki fyrir basaltið orðið dálítið gamalt. Nú svo dvergkasta, það þessi litla riflita hérna. Bæði landfræðiflitran og dvergkastan, það svo algengar að það nærri þetta að finna á hverjum einasta steini á landinu. Ef við skoðið svona gott basalt, þá nærri því allt að finna þessar tvær tegundir sem ég sjóst því. Nú síðan randþekja, það þessi hérna, með þessari svörstu rönd hér meðfram. Og rákarein, það þessi hérna, mjög sérkennileg í útliti, og þessi hér. Þetta svona til að
sýna ykkur fáein dæmi af fléttum sem koma fyrir á basaltinu. Nú hér ennþá fleiri slíkar og það bæði vaxtarda, þessi hérna. Hún líka svona algeng eins og landfræðiflipran og dvergkartan og hana má finna með þeim hverjum einasta steini. Stundum langt bil á milli asskvíslana, það ekki alltaf svona þéttar. Nú hér aftur grjótambra, hún meira upp á klettunum, upp á steinum, með svona sérkennilega vaxgljáa á asskvíslunum, það svo dökkbrúni hérna asskvíslanar. Nú, svo það sem svona sérstök skilyrði, eins og við gufuaugun í Surtsey, þar ákveðna tegundir sem fylgja alveg þessum gufuaugum og það þessi hérna með svartar asskvíslu líka, það Deilugrottan. Og svo við skoðum niður í sprungur í hrauninu eða inn í hellum, þá finnum við bæði stundum sáldurmyrkvu sem sýnd hér með asskvíslu, ljósbrúnar asskvíslur. Hún aftur ekki með algeng. Miklu algengari eru þessar hérna, frykjurnar, hellisfrykjur. Ég kalla þetta hellisfrykjur, það margar tegundir, það eftir, eins og segi, ég nefndi áðan, það eftir að greina þær almennilega. En þetta svona 2 sýnishorn hér og þetta sjáum við mjög víða inn í hellum eða undir þvernýttum klettum eða niður í sprungum. Nú, þá ennþá sérstakir staðir á klettum, það vatnsrásir. Það alveg sértegundir alltaf meðfram öllum vatnsrásum, þar sem vatn lekur öðrum hvorju niður en þornar á milli. Og það meðal annars sliðrur, eins og hérna, þetta flatslíðra. Það 4 eða 5 tegundir af slíðrum sem vaxa við svona aðstæður á Íslandi. Og hér seirumerla og hún líka akkurat á svoleiðis stöðum. Nú þetta svarta hér inn á milli nú sennilega mest slíðrur líka eins og þetta. Blásvart þar. Og það þessi seirumerla, hún sennilega einhver liti parasít eða sníkir á þessum svörtu klettum hérna. Það mikið saman þar sem vatnsrásir á klettum. Nú hér ennþá tegund sem fylgir vatnsrásum líka, vætutarga. Törgur, það dálítið stór ættkvísl og það einkennir þær dálítið vel þessar asskvíslur. Það hvítur barmur eins og sjáið kring á asskvíslunum. Allar törgur hafa svona mismunandi lita barma í kringum asskvísluna sjálfa. Nú og hér mjög sérhæf flétta líka, vætulía. Hún vex upp á klettum, þar sem láréttur partur og dæld, þar sem regnvatn safnast saman og situr í dældunum. Og þar akkurat í þessum dældum, þar sem rigningar pollarnir þar situr þessi vætulía. Þannig þið sjáum að fléttur sem á klettum, þær oft mjög sérhæfar af ákveðnum umhverfisskilyrðum. Jæja, þá látum við nú staða við blágrýtið og hraunin, skoða landnema á jarðvegi og mold. Og þar ein breiskja líka sem algeng á svoleiðis stöðum, flagbreiskja. Hún mikill landnemi, oft á áreyrum, þar sem möl, þar sem árna flæða yfir og hreinsa til. Torfubikar, hann algengur líka á mold sem landnemi. Nú svo 2 hrúðufléttur, móbrydda og barmbrydda. Þær mikið á svona mosagrónu jarðvegi. Nú lambaskóf, það eina
það svona algengasta tegundin af engjaskógaætt sem að fer á svoleiðis svæði. Álfabikar sem mjög algeng tegund líka og síðan hrúðufléttur eins og ljósarðan og á mold, á hreinni mold vaxa oft bæði torfmæra og moldarskjóma og þessa fléttu skoðum við nú svolítið betur, myndir. Þetta flagbreiskjan. Þegar hún að nema land á nýju landi sem nýkomið kannski árnaskilja eftir áreyrar eða eitthvað svona sem að byrja að gróa upp, þá lítur það svona út, þessar ung eintök af flagbreiskju. Og við sjáum hérna það sem einkennandi fyrir flagbreiskjuna eru svona sívalningar, þetta eru svona, við kallum þetta snepa, það eru svona sívalningar sem vaxa út úr fléttunni og hérna líka. Og síðan eru þessar hnúðlur, blágrænar hérna, meira brúnleitar hér já, sem eru þarna inn á milli með blágræna bakteríur. Og þetta er sem sagt mjög einkennandi fyrir þessi svæði sem eru að byrja að gróa. Og hérna sjáum við flagbreiskju líka sem meira þroskuð. Þarna sér maður meira eins og greindar breiskjur. Þannig hún fær dálítið annað útlit þegar hún búin orðin eldri. Við sjáum ennþá hérna inn á milli þessar hnúðlur. Og hér höfum við torfubikarinn. Hann svolítið sérstakur að því leyti að hann með, sem sagt, eins og við sjáum hérna bleðla, þessi litlu bleðlar, þeir eru svona venjulega dálítið gljáandi á yfirborði, svo myndast bikarar inn á milli og þeir eru sjást hér og miðlagið, hvíta miðlagið inn í bleðlunum, það er oft svolítið áberandi af þessari tegund, þannig að það skín oft í gegn, eins og við sjáum hérna. Nú hér höfum við þessar tvær hrúðufléttur sem eru algengar á mosagrónu jarðvegi. Það eru sem sagt móbrydda hérna megin og barmbrydda með dálítið mikinn barm á askrislunum. Þetta eru askrislur hér og þetta hér. Nú og hérna höfum við þessa engjaskógategund, lambaskóg hef ég kallað hana. Einkenni hennar eru sérstaklega þessar hraufur sem eru hér alls á yfirborðinu. Það sem hún myndar þessa hraufukott, það er að segja hnykla með sveppþráðum og þörungum. Þessi þörungar í þessu tilfelli eru reynda blágræna bakteríur, við viljum kalla bakteríur núna vist. Og þær gera það á verkum að hún er ákaflega fljót að dreifa sér og það er svona góðu landnemi á nýju landi. Og hér höfum við aftur álfabikar með mjög greinilega bikara. Bikarflétturnar eru nú dálítið marga tegundir, það er ekki alveg auðvelt að þekkja álfabikar frá, hann er vísu einna algengastur. Það eru fleiri bikarar sem eru svipaðir. Nú hér höfum við hrúðufléttu sem er mjög algeng á jarðvegi líka með svona ljósbrúnar askrislur. Þekkist best af því, ljósarða hef ég kallað hana. Og síðan er það mold, bara hrein mold. Þetta er hrúðuflétta sem er mikið á mold. Við sjáum á henni, hérna, dökkbrúna flekki, það eru askrislurnar. Og þessi flétta, altså torfmæran, hún er mjög mikið bara á hreinni mold þar sem verða sár, eins og utan í skurðbökkum oft, eða flögum hreinlega, nefnum land á svoleiðis stöðum. En svo er hér önnur sem er mikið á mold, það er þessi svokallega moldarskjóma. Hún minnir í útliti dálítið á landfræði flikru sem er á blágrýti. Að því leyti það er þessi gulgræni litur
sem áberandi hérna og svartar askýrslur. Þetta minnir ákaflega mikið á landfræðiflíkru, en þetta vex alltaf á mold og það er önnur tegund samsagt, moldastrjóma. Nú, þýðir móar, sem sagt fléttumóavist, hefur ég haldið að þetta flokkast undir. Þar sjáum við heilmikið af þúfum með hvítar fléttur. Það eru náttúrulega bæði hvítar og marglitar fléttur þarna, en hvítar flétturnar eru eiginlega það sem menn sjá fyrst og mest áberandi. Þess vegna skulum við byrja á því að skoða þær svolítið betur. Nú það eru nokkuð margar tegundir svona með þessum lit, og þar á meðal eru hreindýrakrókar, það sem flestir kalla náttúrulega hreindýramosa, þó að þetta sé náttúrulega ekki mosi. Nú síðan er það skollakræðan, hún er svipuð á litinn, svolítið gulara kannski, og gulkrókar, þeir eru líka gulir, og að lokum marjugrös, þau eru aftur flöt, minna meira eins og fjallagrös. Þessar 4 tegundir eru svona aðaltegundina, algengustu tegundina sem mynda þessar ljósu fléttur ofan á þúfunum. Nú ef við höldum áfram þá komum við hérna með fjallagrös og melakræði sem eru aftur brúnar. Nei, hvað gerir nú? Gerir vitlaust að taka á búinu. Nú surtarkræða og mókrókar sem eru svona hálfgert í felulitunum, sjást ekki áberandi fyrir við verðum að skoða þetta betur. Móakræklu, hún er dálítið sérstök liturinn og við verðum að sjá hann á eftir. Nú svo hér í lautum og snjódældum sér hafa tegundir eins og lautabyggar og glóðargrýta. Og við skulum skoða þessar tegundir betur. Þá var það fyrst hér hreindýrakrókarnir og skollakræðan. Þessum tveim tegundum er oft ruglað mikið saman. Og það er svo skrítið að svo skollakræðan, hún er nú eiginlega bara það sem að loftslagið er landrænt mest, sem sagt Norður-Austurlandi, innsveitum þar. Það er alveg breiður alveg þar allt, bæði í Eyjafirðinum og Mývatnssveitinni og víðar. En hreindýrakrókarnir, þeir vaxa allt land. En þeir eru ekki alveg eins áberandi, þeir mynda ekki alveg eins þéttar áberandi breiður. Og þess vegna hefur það orðið þannig að á því landsvæði þar sem skollakræðan kemur fyrir, eins og fyrir norðan, þá ruglast menn á þessu og menn kalla það hreindýramosa. Hann er miklu meira áberandi, hún er miklu meira áberandi heldur en hreindýramosinn. En þið sjáu hér á myndunum að þetta er nú talsverður munur á þessum fléttum og þú verður hægt að þekkja í sundur að leggja sig eftir því. Nú, og þá eru fleiri ljósar fléttur, það eru gulkrókarnir. Þeir eru eins og sjáu, þeir eru svolítið dýrir, gildari heldur en hreindýrakrókarnir og yfirleitt svolítið gular á litinn. Nú svo eru marjugrösin sem eru flöt og minna meira eins og á fjallagrös nema bara liturinn. Og hér koma síðan fjallagrös og melakræða. Nú melakræðan er óskaplega algeng og reyndar fjallagrösin líka. Þau eru allt land og við þekkjum þau kannski best á því að þau festast í alla lopapeysur. Ef maður leggst niður í skjólsæla laut, þá sést melakræða venjulega á peysuna. Og venjulega lítur hún svona út, en hér hefur við melakræði sem er með askýrslur. Það er eiginlega mjög sjaldgæft að hún myndi askýrslur, en einstöku sinnum þá finnum maður á henni askýrslur. Það eru þessi stóru flákar hérna. Nú síðan eru hér fleiri tegundir.
Við sáum áðan skollakræðu, hér aftur surtarkræða sem bara verið svo litin, hún svona brá í endana og ekki eins áberandi, hún ekki eins áberandi svona, hún meira eins og í felulitum, en það sér maður hann yfirleitt ekki nema maður sé sérstaklega leita eftir henni. Og svipaður hérna með mókróka eins og þessa hér. Þeir eru mjög algengir líka, þetta hvort ekki mjög algenga tegundir. Nú hér móakrækla. Hún svolítið sérstök þess að liturinn allt annar heldur en á flestum öðrum tegundum. Hún eiginlega þekkt út af litnum. Og síðan með lautirnar, það þessi lautabikar. Hann eins og við sjáum, það nú margar bikarfléttur sem líkjast þessu dálítið, en lautabikarn hann sérstaklega svona bláleitur á litinn, blágrænn og vex alltaf í dældum og millilauta, ekki upp á þúfunum. Þar aftur önnur tegund sem við köllum þúfubikar. Nú, og síðan hér þessi glóðargrýta eða glóðarskóf eins og við stundum kölluð. Og það út af þessu neðra borði, það sem að sést á neðra borði, það svona eins og með glóðarlit. Og þetta eru askisluna, þessa brúnu hérna ofan á. Þetta náskylt engjaskófunum. En glóðargrýtan, hún alveg eiginlega bundin við snjódældur. Og þess vegna meira til fjalla heldur á láglendi. Jæja, svo fléttur á fuglatoppum. Hörðu, afsakaðu aðeins. Og venjulega sláum við botni þetta klukkan 4. Hún alveg að fresta á 4. Það getur verið eitthvað pínlítið eftir af fyrirlestrinum. Hvernig gott þú getur sett í flugið eða... Já, við prófum það bara. Við bara sitja áfram, við höfum allt sumar eins og fyrir okkur. Ég var ekki fann að líta á klukkanum sinni. Já, hér eru þessar fléttur á fuglatoppum. Við skulum skoða myndirnar af þeim, fara yfir þetta. Hér eru fuglatoppar, dæmigerðir. Hérna höfum við sem sagt aðal fuglaflétturnar ofan á. Það er fuglaglæða og fuglagráma, þetta gráa hérna á milli. Og hér fyrir utan hrossaskófur. Það eru geitaskófur. Hérna höfum við plett sem með fléttum utan í, þar sem að fugladrítið lekur niður, áburðarsækna fléttur sem eru þarna, bæði fuglaglæða og eins plettaglæða, þessi hérna. Nú hér höfum við þessa dæmigerðu fuglaglæðu. Hún vex á girðingastöðum gjarnan og trjám þar sem fuglar sitja og klettum. Og hér höfum við bæði fuglaglæðu og fuglagrámu saman, þessi gráa og gula. Og hér höfum við fuglagrámu aftur. Nú hér eru algengar tegundir eins og klettaglæða, þessi rauða hér, þessi hérna, svolítið rauðleitari heldur en þessi. Þetta veggjaglæða sem veggjaglæðan eiginlega bara það sem úthafsloftslag. Hann vantar alveg á Norðausturlandi, en þessi dreifð allt landið. Nú hér hefur við hrossanafla. Það eru eiginlega geitaskófulum, sú sem aðhyllist kannski mest fuglaáburð, og svo nokkrar þarna vinstra megin, spörfa, törgu, meðal annars. Nú, ég veit ekki, fjöruklættar með þeim, kannski við maður veipa yfir þetta bara. Þarna margar tegundir sem eru aðhyllast fjörurnar. Og þá eru venjulega fuglafléttur mikið hér upp á toppnum, en ýmsar fjörufléttur mynda belti hér neðar og alveg niður í undir vatnið í sjónum. Og hér höfum við
eina fjörufléttuna, grænsvertu sem við köllum. Þetta var allt saman áður ættkvíslin verrucaria, það búið að skipta þessu niður, komin önnur nafn og sumt af þessum. Þessi græna, hún eiginlega oftast undir sjó, hún kemur upp úr svona við lágfjöru. Og hérna hefur við tvær aðrar svertur, það eru margar tegundir sem eru þarna. Sæmerla, hún svolítið ofar, mikið á fjöruklettum. Og þetta svokölluð fjörusverta sem einna algengust og myndar svart belti alveg í kringu landi meira og minna. Og þar sem að sjórinn gengur svona upp í klettana. Skarfamerla, hún dálítið ofar heldur en fjörumerlan. Síðan hérna strandmerla, við sjáum hversu kornótt þannig hérna inn í miðjunni. Það einkenni á henni, en hún mjög algeng í kringu landi en aldrei neitt langt frá sjó, bara alveg við sjóinn. Ég man eftir að hún til dæmis í Hrólfsgeri út á Eyjafirði og alveg afskektum stöðum. Nú og hér fjörutarga og hér lundatarga. Þetta sjáum við aftur svona askrislu sem eru með barmi eins og einkenni törkundar yfirleitt. Og hérna svona það eru hafsækna fléttur, það eru ekki bundnar við fjörukletta beinlínis, heldur eru nálægt sjó ævinlega. Og það eru þessi strý, klettastrý og bjargstrý. Bjargstrý mjög sjaldgæft, það ekki nema á 3-4 stöðum, mest vestast á Snæfellsnesi og í Bjargtanga. En klettastrýið það miklu meira, fer meira inn í landið. Já, þetta nú líklega farið að verða búið, stutt í það, sjá. Það á steinsteypu, það eru nokkrar tegundir sem eru landnúmer á steinsteypu. Hérna hef ég vinstra megin gangstéttarhellur sem ég lagði fyrir 16 árum kringum húsið mitt heima og þetta eru flétturnar sem farin að vaxa þar. En til hægri eru 55 ára gamlar tröppur sem faðir minn gerði við húsið og þar eru flétturnar talsvert stærri. Og ég var svona gamli minn að mæla þessar fléttur. Þær eru cirka 1 cm þvermál, þessar yngri. Og það tekur tíma, líklega 5 ár, að ná því að sjást með berum augum þessar fléttur. Þannig að það dálítil aðdragandi af því, þær byrja ekki að vaxa strax. Og það passa líka við hinar. Þær eru sem sagt þvermálega 5 cm. Þær eru 55 ára gamlar þá, hafa fyrst verið haft undirbúningstíma 5 ár og síðan vaxið 1 cm í þvermál á hverju ári. Þannig að hverjum 10 árum þá vaxa þær sirka 1 cm. Það er að segja 5 mm hvoru megin. Það þvermáli sem verður. Og hérna sjáum við nokkra þessar tegundir. Það til dæmis þessa gráu hérna, það eru þessar strjáltorgur, þessar hérna. Og þetta toppaglæta, þessar gulu, hérna rétt byrjuð ein klettaglæta. Nú fleiri tegundir hægt að sjá á þessu, ég ætla ekki að fara meira út í það, en þarna strjáltargan, ef maður hefur hana mjög nálagt með sterkunargleði, þá sér maður þessar törgu askrislur með hvítum barmi. Og hér einn landným á steinsteypu stéttaglæta og hérna eru nokkra fléttur á viði. Ég held að maður verður þá bara að láta þetta liggja milli hluta dálítið. Það eru samsagt þetta hérna þessi viðardoppa með dökku askrislunar og þetta hérna toppaglætan, þessi gula, hún mjög algeng. Nú þá vantar bara fléttur á trjám, ef maður fær út í þær, ef maður slá bottir í þetta. Byrja, já.
Þá skulum við fara hratt yfir þetta til að byrja með. Nú, ég alltaf að gera einhverju vitleysu. Hvað þessi birkidumba? Þetta eina af algengustu birkifléttunum á víðabólum. Einkennandi fyrir hana eru litla vörtur sem maður sér náttúrulega ekki nema meiri stækkun, en það þetta dökka svæði hér innan til, það allt saman smá vörtur. Og svo þessi gljáðdumba sem mjög gljáandi þal og líka við sjáum hérna askrislu á henni líka, skálar. Nú hér mjög algengar fléttur á trjábólum, það þessi hraunskóf sérstaklega, en snepaskóf vex líka á trjábólum. Þær eru mjög líkar í útliti, maður þarf að skoða, það með dálítið stækkun, sjá hvort það eru snepar eða hraunur á þeim, það þekkjast á því. Snepaskófin, hún vex jafnum höndum líka á klettum, en hraunskófin eiginlega mest á trjám. Nú svo eru hérna þessar þembur, það svolítið sérstaka, þær eru náttúrulega gráari á lit, alveg eins og hinaskófinnar, en þær eru útbeldar á jöðrunum og holar innan. Þannig að þess vegna þetta þembunafn, það er svona eins og útblásin belgur svolítið í. Og þær eru ekki mjög algengar, þær eru mest fyrir austan og Austurlandi, en dálítið víða líka. Og þær eru, altså flatþemban, hún með flöt blöð dálítið, en þó svolítið kúpt, og þessi hérna aftur með svona sívalninga dálítið, eins og hólka, pípuþemban. Nú hérna eru svo kvistagrös og kriplugrös. Þær eru svipaðar, þær eru vaksa á trjágreinum, ekki á bólum, ekki á sverum bólum. Þannig að það munur líka, og kvistagrösin þau eru með askrislur alltaf, en á kriplugrösin með engar askrislur. Það þekkjast eiginlega kannski helst á því. Nú svo eru runnfléttur á trjám stundum líka. Við höfum þarna viðarskegg sem svona nokkuð algengt, og sérstaklega það dálítið oft landnemi á nýjum trjám, það að segja sem skógræktum plantar, meir en aðrar. Yfirleitt eru flestar þessar trjátegundir, þær eru bara á gömlum birkitrjám, en þessi fer mikið á ný tré líka, viðarskeggið. Ljósaskegg mjög sjaldgæf tegund sem eiginlega bara á Austurlandi. Og svo eru hrúðurfléttur hérna á trjám. Þessi mjög þekkt, birkiskilman. Við þekkjum hana á þessum, það eru askrislur, þessar litlu doppur sem eru hérna á þessum, þetta lítur út eins og askrisla, en það eru margar askrislur í hverri. Það eru þessi doppur hérna, þannig hún þekkt á því. En hún ekki eingöngu á birki eða trjám, heldur hún líka stundum á jarðvegi. Þannig að því leyti nafni birkiskilma kannski ekki vel heppilegt. Nú hér birkitarda, hún mjög algeng á trjám, sérstaklega á Fljótsdalshéraði og þarna fyrir austan. Nú, og hér eru áfram hrúðurfléttur á trjám. Hér höfum við viðardoppu, þessu hérna. Hún var líka á viðnum, þar sem á unnum viði, og líka á trjám. En þessi hérna aftur, þetta vaxklúka, sem af annarri ættkvísl, og ég sett hérna banni mínu gróin, sjá hvað, maður þarf ofta að sneiða askrisluna og sjá gróin til þess að greina tegundirnar. Og hérna erum við með sem sagt
sniði gegnum ask með tvíhólfa dökkbrúnum glóum. Hérna grói bara einhólfa, þetta eitt gró. Og hér flétta sem sérstaklega mikið í húsagörðum. Og það svolítið óvenjulegt, ekki beinlínis á villtu birki, heldur ofta á reyniviði eða einhverjum plöntum, trjám í húsagörðum. Til dæmis, hún kemur fyrir hérna í Reykjavík, eitthvað dálítið á höfuðborgarsvæðinu, og ég man eftir á Hvanneyri og í gamla bæinn á Hrenavatni og svo í gömlu þorpunum á Austfjörðum, þar hún. Nú sem sagt mest þar sem gamlir barðar sem búin að vera lengi við lífi. Ég veit ekki hver ástæðan Það kallað hana reyniglæðu. Nú, þetta það síðasta myndin víst. Fléttur á járni. Það þó nokkuð algengt ef að járn fær að vera nógu lengi í friði. Ég veit til dæmis á einum tætara sem ég á heima fyrir Ferguson-traktorinn, hann búinn að liggja lengi óhreyfður. Það alveg komið heil samfélag af fléttum, bæði hrúðufléttum og blaðfléttum á hann. En þetta handrið á brú sem liggur yfir Laxá í Laxádal fyrir austan. Og þarna sjáum við tvær tegundir alveg greinilega. Það annars vegar skeggnafli og hins vegar hrossanafli. Tvær tegundir. Og sem sagt þetta bara síðasta undirlagið.